Búseta á lítilli eyju í norðri þótti framan af fullveldisöld ekki vænleg fyrir þá sem hugðu á búferlaflutninga. Við stofnun fullveldis 1918 óttuðust margir gagnkvæmt búsetuákvæði Dana og Íslendinga að Danir myndu flykkjast hingað í stórum stíl til að hrifsa til sín þau tækifæri sem Ísland hefði upp á að bjóða. Sú hræðsla reyndist ástæðulaus. Sem betur fer hefur þó fólki víða að þótt álitlegt að flytja hingað. Fólk hefur ýmist sest hér að sjálfstáðum eða sótt hingað skjól af nauðsyn. En hvernig hafa Íslendingar tekið þessum nýju löndum sínum? Verðum líka að horfa þau vorum gífurlega einangruð hérna og við höfum aldrei þurft að deila þessu landi með neinum öðrum fyrir utan einhverja danska kaupmenn á Stangli en sko það hefur bara búið hérna pínlítill hópur fólks. Allir tala eins og eru eins en það var líka þessi menningarlega áhersla á að það væri æskilegt. Einsleitnin í menningarlegu, trúarbragðalegu og málfarslegu tilliti var sett á stall og upphafin og að henni var róið öllum árum. Eitt af lykilatriðum sem liggja til grundvallar þess að kalla sig þjóð er eigið tungumál og var það eitt sterkasta vopn Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni. Það ríkir í raun og veru alveg sama andúðin gagnvart útlendingum og gagnvart útlenskum orðum. Þeim er ekkert ekki fagnandi, það er ekki litið svo að þeir geti auðgað íslenska menningu og það sem endurspeglast í öllum viðhorfum gagnvart útlendingum alveg frá fyrstu dögum fullveldisins og fram að síðustu árum, fram að aldamótum síðustu, að þá ríkir í raun og veru ef ég orða það pennt, þá er það ótti. Ef ég orða það alveg umbúðalaust, þá er það andúð. Ein birtingamynd óttans kristallaðist í Hvítastríðinu eða drengsmálinu svokallaða. Árið 1921 kom Ólafur Friðriksson heim af þingi Komintern með 14 ára gamlan rússneskan dreng með sér. Hann hét Nathan Friedman og var með augnsjúkdóm sem landlæknir taldi hættulegan þjóðinni. Fylkingar tókust á og endaði sú rimma með því að drengurinn var fluttur af landi brott með valdi og Ólafur og Hendrik Ottosson voru fangelsaðir. Ef ég fer bara aftur tilbaka eins í sögunni og benda á það að hér svona til marks þessa útlendingaandu sem hér ríkti að þá eru Íslendingar afskaplega tregir til dæmis við og bara það var nánast alfarið loka dyrunum til dæmis á gyðinga sem voru flottamenn og meira segja gyðingabörn. Það yfirvöld lokuðu þeim dyrum þegar að voru hér einstaklingar sem vildu taka að sér gyðingabörn frá Austurríki sem voru munaðarlaus en þáverandi valdhafar lokuðu dyrunum á það. Og við sjáum líka þessa andúð endurspeglast í varnarsamningnum milli Íslands og NATO þar sem ákvæði voru það að hingað mætti ekki koma svartir Bandaríkjamenn. Það var lagt við því blátt bann og það átti bara að koma hvítir og helst einhverjir úrvalsmenn og norður-evrópskir. Þá var hugsunin þar að bakvið svo að það mætti ekki spilla hennu hreina íslenska blóði. Og lengi framan var ákaflega erfitt að koma hér til að setjast að. Það er mjög athyglisvert og merkilegt fyrirbæri þegar að sveitir Íslands höfðu tæmst eftir hernámið og stríðið og atvinnuna sem skapaðist hér einkum sérlega sunnanlands, þá tæmdu sveitirnar og það vantaði vinnuafl í sveitirnar. Árið 1949 auglýsti Búnaðarfélag Íslands í Þýskalandi eftir fólki til starfa í sveitum Íslands. Mikil mótmæli urðu hér á landi, enda stóð til að borga fólkinu mun lægri laun en almennt tíðkaðist. Alls voru 315 Þjóðverjar ráðnir og fyrsti hópurinn kom með Esjunni til Reykjavíkur 9. júní. Fólkið var á aldrinum 17 til 45.
Ég get svo sem alveg nefnt á það hafa verið nokkru flóttamannahópar. Það komi hérna Ungverjar 1956 og aftur 59. Það var Gunnlaugur Þórðarsson sem hafði forgöngum að fá hingað ungverska flóttamenn. Hann vildi með því rétta fram hjálparhönd og samhliða því fá hingað til lands dugmikla menn og konur. Og flugvélin tók ekki nema í kringum 50 manns. Svoleiðis að hann ætlaði bara að fá einn flugvélafarm af flóttamönnum. Nú, Ísland, það eitthvað sem við vissum sáralítið Bara þetta sé smá eyja út í hafi og búið. Já, ég vissi fiskveiðarnar og landbúnaðinn og það séu ekki eskimáar og ekki ísbirnir. Og það komi hingað afskaplega fáir og það ekki hægt að tala afgerandi innflutning erlends fólks til Íslands fyrir en raun og veru í einhverju mæli fyrir en allra síðust 20 ár. Fram að því voru það einn og einn einstaklingur sem komu með örfáum undantekningu þó. Það komi hérna Víetnam 1978. Það hafa komið hérna hópar hérna og þaðan en það voru megnum til kvótaflóttamenn sem þýðir það að þeir koma hérna fyrir tilskipan Sameinuðu þjóðanna. Þetta ekki fallegi krakkar? Eins og þið vitið þá þessi krakkar frá Víetnam. Það land sem óralangt í burtu, alveg hinum inn á hnettinum og þau eru nýkomin til að setjast að hér á Íslandi. Og þessi stelpa sem að læra að skrifa íslensku. Hún að skrifa stafinn R, hefur aldrei síðan áður eflaust. Hún heitir Dóra og hún 7 ára. Tekið var á móti pólskum flóttamönnum árið 1995 og árið 2005 komu hópar frá Kólumbíu og Kosovo. Árið 2008 komu auk þess hópur frá Palestínu. Minni hópar hafa á síðustu árum komið frá Afganistan, Zimbabwe, Uganda, Sýrlandi og Kamerún. Í árslok 2017 til marks fjölda flóttamenna sem fengið hafa hér stöðu flóttamanns en heildartala þeirra var í árslok 2017 rétt 1000 manns. Frá því, notabene frá því 1956 og reiknir nú hver sem vill. Þannig að það voru nú öll ósköpin. Eins og hefur verið þrástef út alla 20. öldina og jafnvel fram á þennan dag það að innflytjendur eru hingað komnir fyrst og síðast sem vinnuafl til að mæta þörfum íslensk samfélags en fólk flúði þessi litlu sjávarpláss og þá vantaði mannafla í frystihúsin og hverju komu þá? Jú, þá komu útlendar konur, þá komu pólskar konur, þá komu tælenskar konur, þá komu filippseyskar konur. Hins vegar gerist það með aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu að þá erum við náttúrulega orðin hluta af þessum stóra vinnumarkaði og þá hefur það fólk sem að tilheyri þeim ríkjum sem inn í þessu sambandi eru, þau hafa sömu borgaralegu réttindi og atvinnuréttindi og aðrir. Fjöldastreymi innflytjenda til Íslands gerist í raun og veru ekki fyrr en á 10. áratugnum. Það koma hérna svona einhverja smágussur á 9. áratugnum en stóru hóparnir fari í raun og veru ekki að koma fyrr en alveg undir aldamótin og svo á þessari öld og það hefur einhver gerst í 2 hollum. Á Þórshöfn eru það útlendingarnir sem halda fiskvinnslustöðinni gangandi því þeir eru liðlega helmingurinn af starfsfólkinu hjá hraðfrystistöðinni og þeir koma víðar að, til dæmis frá Írlandi og Færeyjum en flestir frá Póllandi og Hvíta-Rússlandi og þeir voru á íslensku námskeiði þegar sjónvarpsmenn voru þar á ferð. Við horfum tilbaka, það hefur orðið 53% fjölgun á erlenda ríkisborgurum núna síðan 2012. Þeir koma hérna þegar að þensla í atvinnulífinu en ólíkt því sem að margir kynnu hafa haldið að þeir færu þá bara þegar að drægi saman að það gerist það sjálfsögðu ekki því fólk er fólk og það er búið að koma sér fyrir. Langstærsti hópurinn eru Pólverjar
og þeir eru 40% allra innflytjenda á Íslandi og þeir hafa verið að sækja í sig veðrið og það er gaman að geta þess að Pólverjar eru til dæmis komni núna í stjórn stærsta verkalýðsfélagsins á höfuðborgarsvæðinu, Eflingar, og það sitja Pólverjar sem varamenn í borgarstjórn og það situr þýskona í borgarstjórn í Reykjavík, kona á þýskum uppruna og vonandi sjáum við fleiri innflytjendur gegna hér stöðum þar sem þeir eru sýnilegri. Við sjáum það núna að það er kannski allt í lagi að gefa rými fyrir annars konar trúarbrögð eða annars konar tungumál jafnvel eða annars konar málfar annað en það sem er svona einhver heilagleiki í af því það samrýmist ekki kröfum nútíma samfélags margbreytileika og það að gefa rými fyrir allskyns fjölbreytileika hvort sem hann er menningarlegum, málfarslegum, kynáttun eða hvaða toga sem vera skal. Í raun og veru erum við að upplifa núna þetta fráhvarf og endurskilgreiningu frá þessari áherslu á einsleitina. Hún er gengin sér til húðar og líka vegna þess að við sjáum í hend okkar að áherslu á einsleitni, hún fyrirgerir rétti svo margra hópa. Af því hún er alltaf á forsendum einhvers tiltekins hóps. Allir bara horfa á okkur svona. Þetta var mjög skrítið fyrst og ég var bara í pínu vond tilfinningar. Smá, kannski krakkar byrjar bara spyrja eitt og eitt bara spurningar og segja hvaðan ertu frá og hvernig bara af hverju sögðum bara slæðu. Þess vegna er til svo mikils að vinna að við virkjum þennan kraft sem í fólkinu býr og síðan lítum bara ekki á útlendinga sem koma hérna sem einhver vinnudýr sem að fara í þau jobb sem að við nennum ekki lengur að ómaka okkur við að sinna. Ef að við ætlum ekki að upplifa sömu átök og stétta átök, ef við ætlum ekki að vakna upp við einhverja skelfilega martröð 10 til 15 ára síðar, þar sem fólk sem er af erlendum uppruna finnur sig samþjappað í láglaunastörfum og einast þegar það sameiginlegt það er útlendingar, það er bara ávísun alveg gífurleg félagsleg átök og við þurfum að passa okkur á því að búa þannig hnútana að fólk af erlendum uppruna eigi jafnmikil tækifæri í íslensku samfélagi til að færa sig stétt þannig að það geti átt þessa möguleika á félagslegum framgangi og sé ráðið í stöður þó það tali með hreim og þó það tali íslenskuna ekki nákvæmlega perfekt eða eins og sumir vilja að hún sé töluð, að þá eigum við að hleypa þeim í gegn vegna þess að það skiptir svo miklu máli. Og við þurfum að gera þetta miklu betur til að opna samfélagið fyrir því fólki sem er að kominga þannig að það fá að njóta sín á sínum forsendum. Dýnamíkin, frjósemin, það sem fólk mætist sem kemur úr ólíkum áttum. Það er þar sem eitthvað gerist. Þar verður svona, sprengikraftur sem að leiðir af sér eitthvað nýtt.